Já, don't worry, be happy. Margir frumkvöðlar þurfa oft á tíðum að minna sig á þessi mikilvægu atriði frá hugmynd til hagsaldar. Því að þessi vegferð svo sannarlega áhyggjum stráð. En að hverju svona mikilvægt að aðstoða frumkvöðla við að láta draumana rætast? Stofna fyrirtæki og stuðla að vexti þeirra og velgengni? Jú, það eru frumkvöðlarnir sem fara á undan, gera mistökin og læra af þeim og koma með nýjungarnar og hugmyndarfræðina sem fyrirtæki framtíðarinnar byggja á. Ég get varla ímynda mér hvernig heimurinn liti út í dag ef ekki væru til internetið og flugvélar og fleira sem öflugu frumkvöðlar hafa átt stærstan þátt í að þróa. Og hvað ef að þessir ágætu frumkvöðlar hefðu ekki elt drauma sína? Framfarir verða til þegar að fólk hugsar út fyrir boxið, uppfyllir þörf og lætur verkin tala. Ef við leyfum okkur að hjakka alltaf í sama farinu að þess að horfa til framþróunar, þá verður einfaldlega stöðnun sem að leiðir síðan af sér hniggun. Það eru auðvitað mörg skref og margar nýsköpunar hugmyndir sem að hafa varðað leiðina til dæmis frá reykjamerkjum yfir í iPhone og eflaust á samskiptamáttinn enn eftir að þróast með ófyrirséðum breytingum. Frumkvöðlar hafa hingað til og munu hér eftir hafa ótrúlega mikil áhrif á daglegt líf okkar og barna okkar. Ef við lítum á McKinsey-skýrsluna sem talsvert hefur verið í umræðunni, þá eru mikilvægustu skilaboð hennar þau að ef að Íslendingar ætla að stefna á 3% árlegan hagvöxt næstu 20 árin, þá þarf að auka verðmæti útflutnings 1000 milljarða eins og ráðherra kom inn á áðan. Og hún enn að tala það árið 2025. Við höfum borið gæfu til þess að nýta okkur auðlindir á sjálfbæran hátt og í dag standa þær undir meginþorra útflutnings. En það takmörkunum háð hversu mikið þær geta vaxið og því verður stór hluti framtíðarvaxtar að koma annars staðar frá. Til þess að þessi umbreytinga geti átt sér stað þarf að auka fjölda starfa innan alþjóðageirans 20.000, fjárfestingu 300 milljarða og framleiðni þarf samhliða þessu að aukast 50%. Til að setja hana vöxt í samhengi þá jafngilda 20.000 ný störf 40 fyrirtækjum á borð við Marel og 89 fyrirtækjum á borð við CCP. Með nýsköpun, til dæmis í sjávarútveginum og fullnýtingu hefur mikið áunnist og rannsóknir og þróunarstarf hefur til að mynda leitt af sér heilmikla verðmætasköpun hjá fyrirtækjum á borð við Kerecis, Primex og Genís. Hér má sjá sýn skýrsluhöfunda á vaxtarmöguleika íslensks þjóðfélags og vöxt útflutningstekju okkar til ársins 2030. En hér blasir við að nýsköpun ekki bara mikilvæg, heldur bráðum nauðsynleg ef við ætlum að halda þeim lífskjörum sem að nágrannaþjóðir okkar búa við. Það í raun þörf á atvinnubyltingu hér á landi þegar litið til þess að eftir aðeins 16 ár þá þurfum við nýjar atvinnugreinar að standa undir helmingi tekna okkar. Því verðum við að huga að enn fjölbreyttari flóru fyrirtækja sem byggir ekki hvað síst á þeirri auðlind sem felst í hugvitinu. En hvað þarf til svo að nýsköpunarfyrirtæki geti vaxið og dafnað? Ég held að þessir þættir hér sem eru listaðir þurfi allir að vera til staðar. Lítil og meðalstór fyrirtæki eru stærstu vinnuveitandi á Íslandi og uppundir helmingur launafólks eða á bilinu 80 til 90.000 starfar hjá litlum og meðalstóru fyrirtækjum og þar má ætla að helmingur þessi vinnuafls starfi hjá örfyrirtækjum sem eru með minna en 10 manns í vinnu. Nýsköpunarmiðstöð Íslands hefur orðið góða reynslu af rekstri frumkvöðlasetra og nú eru milli 70 og 80 fyrirtæki starfandi á þeim 6 setrum sem við rekum. Nýjasta setrið einmitt að hefja starfsemi þessar mundir en Datti minntist einmitt á það áðan en það setur skapandi greina við Hlemm og þegar eru fluttir þangað inn ýmsir aðilar og ætlunin að stækka það enn frekar með hækkandi sól. En hvar liggja nú vaxtarmöguleikar nýrra viðskiptatækifæra?
Ég held að það séu mörg viðskiptatækifæri tengd til dæmis breyttri hugsun varðandi lífsgæði og heilbrigði. Við viljum búa við andlega og líkamlega vellíðan, vera falleg, virk og í góðu líkamlegu og andlegu ástandi. Við erum sífellt að gera meiri kröfur og við sem neytendur, við erum líka alveg tilbúin til að borga fyrir aukin lífsgæði. Hugsið ykkur að fyrir aðeins 150 árum þá var meðalaldur Íslendinga 40 ár. Nú eru lífslíkur karla hér á landi rúm 80 ár og kvenna rúm 84 ár. Þannig að þegar ég hætti að vinna, ef að Guð lofar svona í kringum 65 ára aldurinn, þá ætla ég að eiga allavega svona 20 góð ár eftir til að leika mér. Og þá vil ég svo sannarlega hafa til að bera hreysti og heilbrigði til að geta notið þess tíma. Og þarna held ég að við séum að sjá viðskiptatækifæri sem að við Íslendingar getum nýtt okkur til að koma að á ýmsan hátt. Hér má einmitt sjá nokkur þeirra fyrirtækja sem eru eða verið hafa á setrum hjá okkur sem að vinna að heilbrigðistengdum lausnum og nú ætlum við einmitt að heyra í einum frumkvöðli sem er í Kvosinni hjá okkur. Það er Guðrún Marta Ásgrímsdóttir frá Oculus. Góðan daginn, ég heiti Guðrún Marta Ásgrímsdóttir, ég starfa fyrir Oculus, ég er lyfjafræðingur. Sigga bað mig að segja frá 20 ára rannsóknarstarfi í Háskóla Íslands á 1 mínútu, það er verkefni mitt. Það er í stuttu máli að við höfum þróað lyfjaferjur og tilgangurinn er sem sagt að gefa lyf með augndropum til bakhluta augans í staðinn fyrir að nota augnástungur á skurðstofu. Velji hver fyrir sig. Við erum núna með rannsóknir í gangi víða heiminn. Við erum með rannsóknir á Landspítalanum, í Japan og í Tel Aviv. Og já, þetta er náttúrulega gríðarlegt framför í augnlæknisfræði að geta boðið upp augndropa í staðinn fyrir augnástungu. Og vonandi verður þetta hluti af þessu eitthvað annað fyrir árið 2025. Þessi augndropar, takk fyrir. Og úr heilbrigðisgeiranum inn í annan vaxtarbrott sem er tölvuleikjageirinn, Burkni frá Luminox. Komið sæl. Ég fæ líka bara 1 mínútu. Við erum búin að vera að vinna núna í 2 ár að tölvuleiknum Ars Awakening sem er svona indie tölvuleikur og höfum verið staðsettir í Kveikjunni í Hafnarfirði. NMI hefur hjálpað okkur mjög mikið og á vormánuðum 2013 þá sóttum við styrk í átaklu atvinnusköpunar til þess að fara að markaðssetja leikinn sem við byrjar að taka mynd og í kjölfarið þá náðum við að fanga athygli PlayStation með þessari markaðsaðgerð og í stuttu máli sagt þá erum við orðnir núna official PlayStation developers og erum núna að vinna höndum að setja leikinn inn á PlayStation-vélarnar. Síðan seinna, haustið 2013, náðum við líka að fanga athygli Nintendo þar sem þau sögðu að leikurinn okkar væri awesome og þau sögðust alltaf að sparka leiknum inn á Nintendo-vélarnar strax sem er alveg frábært fyrir okkur. Einnig hefur leikurinn fengið mjög mikla athygli á netinu fyrir nýstárlega spilun og útlit og bara núna helgina þá var vefur sem heitir GameTrailers.com sem gaf út lista yfir topp 10 indie-leiki sem bara yfirskriftina Games you got to need to know about right now og þar vorum við í 7. sæti og það voru stórkanónur sem voru með okkur á þessum lista þannig að þetta er bara frábært og NMI hefur stutt okkur mjög vel í þessu. Takk fyrir. Takk fyrir þetta góða innlegg. Við vitum að viðskiptahugmyndir eru margvíslegar og frumkvöðlar eru misjafnir og þær eru margir. Við ætlum að fá að heyra eina reynslusögu viðbót. Og sú reynslusaga á að birtast hér bara á netinu. Jæja, krakkar. Sko, þeir höfðu samband við mig hjá Nýsköpunarmiðstöðinni og báðu mig að vera með fyrirlestur því að
Þau sögðu sko við mig að, já, Bassi, markaðurinn bara stopp og það enginn að koma með nýjar hugmyndir og það allt orðið mjög ófrumlegt og leiðilegt hérna á Íslandi og getur ekki eitthvað lappað upp á þetta. Þannig að ég get aldeilis gert það og ég sko fullur af hugmyndum og ég geti haldið alveg klukkutíma fyrirlestur fyrir ykkur hvernig á að gera þetta og sko, ég get bara sagt ykkur eina reglu strax sem mjög þægilega að vita að sko, þið þurfa að fá 99 lélegar hugmyndir til að fá svo eina góða hugmynd. Það svona, venjuleg maður þannig bara gerður. Og svo til svona fólk eins og Albert Einstein og svona, og ég og fleiri. Og það sko, önnur hver hugmynd hjá okkur, hún góð. Þannig að, bara, sorry, en svoleiðis það bara hjá sumum. Þannig að ég get bara sýnt ykkur eina hugmynd hjá mér hérna. Ég tók 2 brögð sem ég finnst gott á bragði sem sagt. Það bragðtegundir og mér finnst ersjekóla gamla, það rosalega gott og kakómalt, það alveg rosalega gott líka þannig að mér langar sko að fá mikið bragð upp í mig þannig að ég sko, maður geti kannski bara búið til ersjekakó þá ersje hérna, svo kakó onni, þá fá maður ekki eins og skeið og ekki neitt og þetta saman alveg í bragð sprengju og þannig að ég skal bara sýna ykkur hvernig þetta virkar þú bara farið langar í kakó og ersje, já það nú lítið mál að redda því. Sjáu þið, krakkar. Þannig kemur kakóið, sjáu þið. Og, já, tjú. Þetta náttúrulega frumgerð, sko. Þannig ekki alveg, þetta náttúrulega bara hugmyndin. En, skal sýna ykkur svo, ég fylgist þið að hellast, sko, úr líka. Og, já, þannig kemur kakóið, sjáu þið, krakkar. Já, og svo að koma hérna. Og þetta bara getur ekkert klikkað. Þannig að við skulum bara gæða okkur á þessu og já, sko, eins og ég segi, þá önnur hver hugmynd góð, þessi var ekki góð, þannig að næsta hugmynd, hún verður aldeilis góð og þannig virkar þetta bara, þið þurfið bara að þrauka og 99 lélegar, 1 góð og þá farið að búið til peninga. Já, en svona að lokum þá vil ég enda því að áminna okkur öllum það að vera á verði. Samkeppnishæfni landa, hún byggir á að bjóða fólki og fyrirtækjum frjóan jarðveg til að þróast og þroskast í. Við þurfum að gera okkur grein fyrir því að afar auðvelt að flytja starfsemi sem ekki byggir á náttúrulegum auðlindum úr landi. Nú höfum við að tala uppbyggingu og atvinnustarfsemi sem byggir á hugvitinu. Verum á verði gagnvart því að afar mörg fyrirtæki og störf auðvelt að flytja ef betri lífsgæði bjóðast annars staðar. Já, við